Þegar ég hófst handa við að setja þessa hugleiðingu á blað, áttaði ég mig á því að efnið er svo yfirþyrmandi og yfirgripsmikið, magnið satt að segja endalaust, að ég varð að velja varlega hvað ég myndi fjalla. Með bæn til Guðs að orð mín myndi blessa þá sem heyra og vera gagnleg fræðsla, hélt ég af stað. Hvaða efni skyldi ég hafa valið sem er svo fullt af allskonar? Allskonar að vandi er að velja úr, að hvorki skemmtilegt né fallegt. Ég ætlaði svolítið að fjalla lygina og höfund hennar. Hvers vegna? Jú, vegna þess að endalokin nálgast óðum og blekkingar óvinarins eru svo margbrotnar að enginn getur almennilega átta sig á því hvað er í gangi. Ég verð að skjóta hérna inn, ég heyrði í fréttum í morgun af hjónum sem að drápu börnin sín. Þau tilheyrðu einhverjum mjög fámennum litlum söfnuði sem að boðaði endurkomu drottins og þau ákvaða að myrða börnin sín. Ég veit að börnin komast til Guðs, en hugsið ykkur hvað við sem boðum endurkomu drottins megum von á og guðsvitna sem við eigum eftir að fá framan í okkur þegar að svona illa veikt, geðbilað fólk er út í heiminum og er í sem sagt þessum boðskap að réttlæta einhvern veginn morð á börnunum sínum. Satan fer víða. Ég heyri fólk sífellt spyrja, hvað er í gangi? Hvernig er þessi heimur eiginlega orðinn? Kannastum við ekki öll við það, við heyrum þetta. Ég veit varla hvar á að byrja, listin er svo langur. Hörmungarnar stærri og meiri en nokkur getur borið án þess hreinlega að missa vit og kjark. Þetta hófst allt með fyrstu lyginni frá sjálfum höfundi lyga, Satan. Er hann með ótrúlegri slægð flækti óviðbúna sál í lygavefinn og smegði inn í höfuð hennar að Guð væri óréttlátur. Að hann væri að halda frá þeim hjónum lífsgæðum sem þau ættu rétt á, sem sé að verða eins og Guð. Vita skyn góðs og íls og verða vitur eins og Guð. Satan var tilbúinn að gera allt sem hann gæti til að stela frá Guði sköpun hans og trúverðuleika. Honum tókst að blekkja fyrstu foreldra okkar fullkomnum verum sköpuðum í Guðs mynd. Satan hataði þau. Hann hataði allt sem Guði tilheyrði og var ákveðinn í að eyðileggja það sem mest. Hann var með ótölulega fjölda fallinna engla með sér sem hann hafði náð að blekkja til fylgilags við sig og sína sjúku afbrýðisömu skoðanir á guðdómi drottins. Þessir englar höfðu engu að tapa eftir að hafa verið varpað út frá himnum ásamt foringja sínum, svo þeir fylgdu honum með hollustu við ílskuna, eins og hermenn sem hafa orðið gegnsós af stríðs og hefndarþorsta, sviptur öllu réttlæti og auðmýkt. Alla tíð síðan hefur þessi anda her ílskunar trónaði við jörðinni og mannkyninu. Þeir gegna alls konar ólíkum hlutverkum sem þeir hafa sjálfur valið. Þeir geta valið sér hlutverk, margir ef ekki flestir þessar englar. Sumir vinna með óprúknum lögfræðingum sem vinna óheiðarleg mál sem ættu með rétt að fara á annan veg. Sumir elska að vera í leiklist og búa til blekkingar lífið og dauðan sem fær fólk til að trúa því að hægt sé að tala við látna ættingja, jafnvel snerta þá, eða að þeir vaki yfir þeim eftir dauðan og passi þá. Þegar fólk er svo komið þangað, hættir það í raun að horfa til Guðs en horfi til ættingjans sem farinn er. Sjáið, sjálf man ég eftir því að ég horfði til afa míns sem var löngu látinn, bað hann ráða í vandamálum. Ég var alin upp í trú af spiritisma, svo þetta varð rótgróið í hugsun minni framan af fyrsta hluta ævi minnar. Það tók mig töluverðan tíma að trúa að Guð gæti ekki sagt ósatt að orð hans væri sannleikur. Það tók líka tíma
að meðtaka Jesú sem ég raunar hélt upp á, að hann hefði í rauninni dáð fyrir mig. Taldi að gæti ekki verið að einhver færi að fórna lífi sínu mín vegna. Ég bæri sjálf ábyrgð á mínum misgjörðum og enginn hefði þurft að deyja hryllilegum dauðdaga fyrir litlu mig. Af og frá, en smátt og smátt fór ég að skilja að annað hvort er Guð að segja satt eða trúin mín, þó smá væri ónýtt, gagnslaus. Helst vildi ég lesa allan kafla Rómverjabréfsins fyrir ykkur, en ég læt nægja þetta eftirfarandi í 18. vers og áfram. Abraham trúði með von, gegn von, svo að hann skildi verða faðir margra þjóða, samkvæmt því sem sagt hafði verið. Svo skal afkvæmi þitt verða, og ekki veiklaðist hann í trúnni þótt hann minntist þess að hann var kominn að fótum fram. Hann var nálega týraður og Sara gat ekki orðið barnshafandi sakir elli. Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörðist styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess fullviss að hann væri máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Fyrir því var það honum og til réttlætis reiknað. En það var honum tilreiknað, það var ekki ritað einungis hans vegna. Heldur eins og segir í 24. versinu, heldur líka okkar vegna, vor vegna. Oss mun það tilreiknað verða sem trúum á hann sem uppvakti Jesú, drottinn vorn frá dauðum. Hann sem var framseldur vegna misgjörða vorra og vegna réttlætingar vorrar uppvakinn. Hann sem er réttlæti okkar, sem að klæður okkur í réttlæti skikju og setti sjálfan sig í staðinn fyrir okkar dauða. Vinir, lesið hennar kafla með bæn og hjálp heilags anda því boðskapurinn er óendanlega mikilvægur. Abraham var líka hugsanlega forfæðir okkar, allavega andlegur, og trú hans er tilreiknuð okkur, svo að við getum óttalaust treyst á Guð föður og loforð hans fullkomlega. Vinir, lesið þennan kafla með bæn og hjálp heilags anda því að boðskapurinn er óendanlega mikilvægur. Ég er að endurtaka mig hérna. En sem sagt, Abraham er allavega andlegur forfæðir okkar. Ellen G. White fékk spámannlega sýnir eins og margir vita sem lesið hafa bækur hennar. En þar er allt í fullkomnu samræmi við Biblíuna. Ég er að lesa deiluna miklu núna í annað sinn eftir margra ára hlé og núna er eins og ég sé að lesa hann í fyrsta sinn. Ég drekk í mig boðskap hennar og vildi óska þess að allir sem til mín heyra eignuðust þessa bók og læsu hana ásamt því að skoða Biblíuna og tilvitnanir í hana, því að upplýsingar hennar skipta svo miklu máli. Tíminn styttist og heimurinn verður bara ógnvænlegri. Unga fólkið okkar deyr umvörpum vegna fíkniefnagildra Satans. Foreldrar gráta látin ungmenni og biðla til yfirvaldum hjálp og betri meðferðir en fá litla hjálp og enga raunverulega lausn. Ó, að þau vissu hvað þessi hræðilega ógæfa, hvaðan hún er sprottin, bara eitt af ótal brögðum óvinarins. Börnin fá umvörpum hugmyndir þess eðlis að þau séu röngu kyni eða eitthvað algjörlega afstætt. Ég er að horfa á fallega þætti fjölskyldu í Ameríku sem voru sýndir í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum. Svo indælir að mörgu leyti og velgerðir koma manni til að tárast og tengjast samúðar tilfinningum í alls konar atburðarás. Inn á milli er smeygt inn boðskap sem er algjörlega í andstöðu við Guðs orð. Hugsið ykkur hvað hann er klókur. Það koma fallega myndir frá Hollywood og svo kemur boðskapurinn, ísmeygilegur. Þar á meðal er til dæmis ein persóna, falleg stúlka sem kemur út úr skápnum og fær auðvitað samt ást og stuðning foreldra sinna. Svo fer hún í samband við aðra stúlku án þess að foreldrarnir viti.
Svo kemur upp samtal við matarborðið þar sem þau segja hún stúlkuna, þessa vinkonu. Dótturinn verður fjúkandi ill og æpir á þau, hún er ekki hún er hán, reynið að muna það. Veslings góðu pappa og mamma verða að lúta í lægri hlut fyrir háværum boðskap dóttur sinnar og hlýða því sem hún segir. Er þetta ekki einmitt það sem við erum að upplifa í dag? Þú skalt samþykkja nýja lífskoðunir og stefnur sama hvað. Og ef þú hefur aðra skoðun en þá sem viðtekin að fjölda fólks, þá ertu hatursboðskap. Þú ert vondur, þú ert rasisti, með fóbíu gagnvart saklausu fólki. Eigum við að líta aðeins í kafla, 19. kafla 1. Mósebókar, það leyti sem Abraham var að fá Guð til að hætta við að eyða borgunum Sódóm og Gómoru. Eigum við að líta aðeins nánar í það. Englarnir 2 komu kvöldi til Sódómu. Satt Lot í borgarhliði og hann sá þá, stóð hann upp á móti þeim og hneigði ásjónu sína til jarðar. Og því næst mælti hann, heyrið herrar mínir, sýnið lítillæti og komið inn í hús þjóns ykkar og verið hér í nótt og þvoið fætur ykkar. Getið þið þá risið árla á morgun og farið leiðar ykkar. En þeir sögðu, nei, við ætlum að hafast við á strætun í nótt. Og eflaust hefðu þeir alveg getað það. Þetta voru máttugar verur. En hann lagði mikið að þeim. Hann vissi að hættan var þarna á hverju leyti. Svo þeir fóru inn til hans og gengun í hús hans. Og hann bjóði máltíð og bakaði ósýrt brauð og þeir neittu. En áður en þeir gengu til hvíldar, slógu borgarmenn, mennirnir í Sódómu hring húsið, bæði ungir og gamlir, allur múurinn hvaðanæfa. Og þeir kölluðu á Lot og sögðu við hann, hvar eru mennirnir sem komu til þín í kvöld? Leið þú þá út til vor, að við megum kenna þeirra. Lot gekk þá út til þeirra, út fyrir dyrnar og lokaði hurðina að baki sér og hann sagði, fyrir hvern mun bræður mínir fremjið ekki ógæhæfu. Sjá, ég á 2 dætur sem ekki hafa karlmann kennt. Ég skal leiða þær út til yðar, gjöru við þær sem yður gott þykir. Aðeins megi þeir ekkert gjöra þessum mönnum úr því að þeir eru komnir undir skugga þaks míns. Þá æptu þeir, haf þig á burt og sögðu, þessi náungi hinga komin sem útlendingur og vill nú stöðugt vera að síða oss. Nú skulum við leika þig enn verr en þá. Eigum að skoða þetta nánar. Hvað ætluðu þeir að gera við mennina, englana, sem voru í húsi Lots? Þeir ætluðu að nauðga þeim, svo mikill ólifnaður var við líði í Sódómu á þessum tíma. Lot vissi að þetta voru englar Guðs, hann sýndi þeim mikla lotningu. Hann vildi frekar fórna dætrum sínum í þessa óhæfu en að láta svívirða himneska sendiboða. En athugið eitt vinur, á þessum tíma var Lot og hans fólk orðið samdauna og gegnsýrt af umhverfi sínu í Sódómu, þó að Lot væri enn meðvitaður drottin Guð og ekki alveg orðin eins og íbúar borgarinnar. Hann bar enn virðingu fyrir Guð og gat ekki hugsað sér að neitt illt henti sendiboða hans. Og athugið líka að tengdasynir eða væntanlegir eiginmenn dætra hans voru þarna á meðal múksins úti fyrir dyrum Lots. Ekki vænlegi tengdasynir eða hvað. Sem betur fór slógu englarnir villimennina blindu svo þeir fundu ekki dyrnar og gátu ekki gert neinum mein. Þeir leyfðu ekki heldur að dætur Lots yrðu fórnarlömb viðbjóðslegrar hegðun á múksins. En þær gerðu ýmislegt nokkru síðar sem okkur hugnast ekki og af þeim spruttu þjóður sem dýrkuðu ekki Guð. Ef einhver efast að sagan eyðingu þessara borgar sé sönn, þá má eflaust flett upp frásögnum og myndefni vísindamanna sem hafa rannsakað svæðið þar sem Sódóma og Gómóra stóðu. Þar getur að finna leifar brennisteins sem svo hreint efni að fágætt að finna slíkt. Þetta efni framleiðir gífurlega mikinn hita, jafnvel enn þann dag í dag ef það kveikt í því.
Rústir fornra bygginga eru þarna og allt svæðið eins og dauður staður, gróður vana auðn. Allt frá upphafi hefur syndin erfst fram kynslóðnar og fólk borið með sér uppreisnar genið sem Satan sáði í byrjun. Annað atriði sá ég í þessum umrædda myndflokki. Það var þegar sögupersóna sem aldrei hafði hitt móður sín og verið ættleiddur sem nýfæddur eftir að hafa verið yfirgefin fyrir utan slökkvistöð af föður sínum, sem átti engin ráð eftir að hafa hort á lögreglumenn reyna að lífga móður hans við eftir ofskömmtun, en faðir barnsins hafði látið eftir henni lyf vegna hræðilegra verkja eftir fæðinguna. Faðirinn vissi ekki að það tókst að lífga ungu móðurina við, heldur hafði horfið á braut og skilið soninn eftir fyrir utan slökkvistöð þar sem honum var komið á spítala. Mjög dramatískt allt, sterkur grípandi söguþráður fjölskyldu sem ættleiðir drenginn sama dag eftir að hafa mist 1 barn af 3 í þríburafæðingu. Þau voru hvít og falleg fjölskylda og sagan grípur föstum tökum þegar líf þessa fólks, sorgir og gleði, baráttu og þrautseigja sýna sig við ýmsar kringumstæður. Svo leið tíminn og þessi fallegi blökkumaður orðinn fullorðinn, á fallega konu, 2 dætur og 1 ættleidda unglingsstúlku í viðbót. Honum fannst hann þurfa að ættleiða vegna þess að hann var sjálfur ættleiddur og hann vildi gera gott. Og þessi unglingsstúlka, hún var sem sagt dóttir þeirra á táningsaldri og það gekk allt fallega og vel upp. Hún kom frá móður sem var í neyslu. En svo kemst þessi fjölskyldufaðir að því að móðurinn sem hann hitti aldrei og leitaði að tíma sem unglingur, hún hafði ekki dáið. En þegar þarna var komið sögu hafði hún dáið 2-3 árum áður. Hann kynntist vini hennar sem annaðist þessa konu og fékk að heyra söguna og sjá myndir af henni. En þá kemur líka þessi sjarmerandi lygi, Hollywood-smiðjunar. Nótt eina þar sem hann dvelst í litlu húsi sem móðir hans hafði átt og honum áskotnaðist til eignar, þá gengur hann út á vatni sem rétt hjá, veður út í það, einn og nakinn. Og eins og móðir hans hafði stundum gert sem ung og óhamingjusöm stúlka, þá rak hann upp sársaukafullt öskur sem stúlka átti innri baráttu hans og tilfinningar. Það var mjög áhrifamikið atriði. Og þá gerist það. Allt í einu móðir hans komin til hans þarna í vatninu, fyrst sem fullorðin kona með ástúðlegt milt bros á andlitinu. Hún réttir út höndina og snertir vanga hans. Hann grætur og talar við hana og hún við hann. Svo birtist hún sem unga kona sem hún var, hún fæddi hann, tjáir honum að hún elski hann og svo hverfur hún. Heyriði hversu áhrifaríkt þetta er. Þetta atriði, vel útfært. Getið ímyndu ykkur hve margir drukku það í sig. Slíkan boðskap sannfærist líf eftir dauðan þar sem látið fólk gæti verið í sambandi við eftirlífendur sína. Þetta var algjör snilld, svo fallegt en bara lygar, algjörlega í þversögn við Biblíuna og sannleikann. Skulum athuga Predikara 9. kafla, frá 10. versi. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það, því að í dánar heimum þangað sem þú ferð hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hvað stendur í öðru Þessalóníkubréfi og líka frá 10. versi? Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum þangað sem þú ferð hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. En að því snertir komið drottins vors Jesú Krist og það að við söfnumst til hans. Við förum þangað. Biðjum við yður bræður að þér séuð ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður, hvorki af nokkrum anda, né við orð eða bréf, sem væri það frá oss. Eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum.
látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og hann hefur sem sagt birst nú okkur, við erum á þeim tímum sem hann mjög augljós, maður syndarinnar. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Minnist þér ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég var ennþá hjá yður. Og þér vitið hvað aftrar honum nú til þess að hann opinberist á sínum tíma. Því á lögleysi þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt sem nú heldur aftur af. Skulum minnast þess sem Páll sagði í 1. Þessalónikubréfi 4. kafla frá 13. versi. Ekki viljum vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir, eins og hinir sem hafa enga von. Eins og blökkumaður sem ég myndist á áðan í myndinni, hann hafði enga von, hann var alltaf að syrgja, af því að hann vissi ekkert. Því að ef ég trúin því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru, sem eru dánir. Því að það segjum við yður að það eru orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Svo kannski verður eitthvað okkar vitna af upprisu dána. Við vitum það ekki, við vitum ekki tíman í daginn. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli og höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Og þeir sem dánur í trú á Krist munu fyrst upprísa. Verður stórkostlegt sjónarspil. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Hann snertir ekki jörðina, þó að við vitum ekkert annað, þá skulum við bara vita það. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfum hvert annað með þessum orðum. Uppörfum hvert sem við þorum að láta heyra boðskapinn. Þá höfum við það. Engan slíkan boðskap var að finna í þessum svo annars fallega söguþræði fjölskyldur sem uxu upp og reyndu svo margt og mikið. Ekki orðum Biblíuna svo nokkru nemi. Ég man eitt atriði þar sem fjölskyldan fékk gesti, hjón sem sýndu trú og báðum að mega flytja borðbæn. Gestgjafinn í þessu tilviki húsmóðurinn sýndi svip vanþóknunar sem ekki fór á milli mála, en lét sem ekkert væri, þó ekki dildist hve henni mislíkaði. Og í samtali við mann sinn stuttu seinna segir hún svo eitthvað á þessa leið: Hvað þykist þetta fólk vera biðjandi borðbæn? Ég get alveg verið með minn Guð í hjartanu. Mér finnst þetta hljóma kunnulega. Ég þekki þetta viðhorf. Það einkennir marga sem eru næstum því hræddir við trú að hún sé sýnd opið og einlaglega. Ég hef sjálf lent í því að vera staðin að verki. Sitjandi á móti aldraðri konu sem átti erfitt vegna dóttur sinnar sem greind var með krabbamein og lá á sjúkrahúsi. Ég bauð konuna að biðja fyrir þessu og við sátum í eldhúsinu hennar, héldumst í hendur yfir borðið og ég fór með bæn fyrir þessu viðkvæma máli. Þá stóð önnur dóttir, miðaldra kona, allt í einu í eldhúsdyrunum og sett upp tortryggni svip og spurði svo: Hvað gengur á hér? Ég svaraði vingjarnlega að við værum bara að biðja fyrir systur hennar. Hún sett upp þóttasvip og sagði að hún hefði nú sína barnatrú og þyrfti ekkert á svona halda. Hvað svo sem þetta svona átti að merkja. Ég slapp með skrekkin varðandi það að ég væri með trúaráróður í vinnunni. En þetta er einmitt það sem við getum lent í, kæru vinir. Trúin er ekkert endilega velkomin
þó fólk hafi á sér yfirskinn guðhræðslunnar. Og varðandi þetta með barnatrúna, hún ekki góð fyrir börnin? Hvað sagði Páll í Kórinthubréfi 13. kafla, versi 11? Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn, en þegar ég var fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapinn. Hvenær ætlar fólk að leggja niður barnaskapinn og nærast á fastri fæðu sem Guð lætur okkur í té ókeypis? Skulum skoða Jóhannesar guðspjall. Bara strax í 1. kaflanum segir svo, og það svo skýrt og auðskilið. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Það Jesú Kristur. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Já, myrkrið tók ekki á móti ljósinu. Hve margir ekki að reika í myrkri fáfræði og vantrúar, án ljós, án huggunar, án allrar þekkingar á fyrirheitum drottins. Efni sem ég hef skoðað til að flytja hér í dag svo yfirgripsmikið að mér mundi varla duga dagurinn til að gera því skil. Svo ég skal segja ykkur sanna sögu sem kom frá manni sem upplifði á eiginskinnu og reyndi hvað það var að verða næstum innvígður í leynireglu satanstýrkenda. Hann hét Roger Morneau og ólst upp í kaþólskri trú í frönsku Kanada. Hætt að trúa hann misti móður sína 12 ára gamall. Hann skildi ekki hvers vegna gott og heiðarlegt fólk sem ekki var kaþólskra trúar þyrfti að velkjast að eilífi í eldi og kveljast. Hann spurði spurninga en fékk ekki góð svör og hafnaði Guði svo alfarið. Í nokkur ár. Hann var mikill bænahermaður seinna. Leið hans lá í stríðið seinni heimsstyrjöldina og svo lauk því og hann lifði lífinu sem ungur maður sem bæði reykti mjög mikið og drakk oft. Hann og vinur hans rákust inn á samkomu skyggnilýsingarmiðils. Upplifðu undarlega hluti sem gerðu þá furðulostna og forvitna og þetta virtist vera eitthvað meira en sjónhverfingar svo ekki sé meira sagt. En þarna kynntust þeir manni sem bauð þeim á dýran veitingastað og veitti vel. Hann sagði þeim að þessi miðilsfundur væri nú bara svona til að skemmta einföldum sálum sem sagtust eftir að láta blekkja sig. Konan hans væri mjög hrifin af þessu svo hann færi með henni til að gera henni til geðs. Þið ungu menn, þið þurfið eitthvað bitastæðara, sagði hann. Maðurinn var frægur jazzpíanóleikari og sagði, haldið þið að ég hafi náð svona langt vegna minna eigin hæfileika? Hann var mjög dularfullur, glotti tvíræðu brosi. Þegar hér var komið sögu í viðtali við Roger, þetta var viðtal sem var fyrir nokkuð mörgum árum og hægt að finna þetta á netinu, á YouTube, þar sem hann segir frá reynslu sinni að mörgum árum síðar þá datt mér í hug, hlustandi á þetta, hve margar frægar persónur á sviði rocktónlistar og söngs á sviði hafa selt sál sína hinum myrku öflum. Ég heyrði viðtal við sjálfan Bob Dylan sem flestir þekkja sem einn af þeim frægustu. Hann viðurkenndi hreint út við viðmælanda sinn að hann hafi verið á krossgötum og samið við kraftin, máttin eða hvað hann kallaði það, nánar inntur eftir því hvað fælist í því. Þá játaði því að myrkraöfl væri að ræða, sem sagt, myrkrahöfðingjan sjálfan, Satan. Margir frægir hafa viðurkennt að hafa gengið í félag við dularfull öfl myrkusins til að öðlast meiri kraft í söngin, meiri frægð, meiri frama og ríkidæmi í veraldlegum eignum. Við höfum getað séð fólk eins og vera andsetið sína tilburði sem ekkert áttu skylt við eðlilega upplifun
oft svo mikill ofurkraftur og rattsvið sem fer fram úr eðlilegri getu flestra. En Roger hélt áfram og segi frá að þeir félagar fengu að fara inn í stórt sveitasetur, ríkmannlegt. Þar var margt fólk, auðsjáanlega mjög ríkt og valdamikið. Og læknar, lögfræðingar, vísindamenn, alls konar velklætt fólk ánægt með sig. Þeim félögum var sýnt niður í neðanjarðar hvelfingu, þar sem gat að líta undur fallega sali, myndlist engu líka. Ein myndin greip svo athygli Rogers að hann fann ástæðu til að spyrja fylgdarmann þeirra, jazzpíanóleikarann, hver þessi glæsilega mannvera væri sem virtist horfa á hann af myndinni með augum sem fylgdu honum og horfðu næstum í gegnum hann með undarlega seiðandi töfrum. Þetta er meistarinn sjálfur, var svarið. Satan, en við köllum hann meistara eða æðstaprest. Hvað fór í gegnum huga Rogers skal ósagt látið, en hann hafði margt að hugsa. Ein spurning kom upp varðandi risastóran marmaraklump eða altari sem stóð undir myndinni umræddu. Mörg tonna þyngd. Hvernig gátu þið komið þessum risa marmara hingað í heilu lagi, spurðan. Svarið kom með ísmegilegu glotti. Hvernig heldur að þeir hafi byggt píramítana? Sem sagt, afl sem venjulegi menn búa ekki yfir, en englar, líka fallnir englar, vil að merkja. Svo fekk Roger að heyra smápart af áætlun Satans sem sett hafði verið af stað árið 1700. Stór hernaðaráætlun, svo vel samsett að ekkert fengi staðist. Sett fram í 3 hlutum. Í fyrsta lagi, að fela englum sínum að breiða út þá hugsun og trú að Satan væri ekki raunverulega til. Hann væri bara uppspunnin saga. Munið eftir hvernig skopteiknarar gerðu hann að kjánalegri fígúru með horn og hala? Alls konar. Í öðru lagi, að eyðileggja Biblíuna án þess að brenna hana. Láta fólk snúast gegn henni, láta það trúa því að ekkert væri að marka frásögn hennar sköpun eða annað sem máli skipti. Vinir, gleymið ekki að Satan hefur alltaf haft ótölulegan fjölda og öflugra engla sem fylgja áformum hans og smeygja inn í huga móttækilegra sálna, efasemdum orð Guðs og hroka gagnvart honum. Það eru margir vinnumennirnir hans. Í þriðja lagi, að koma upp manni sem kendi þróunarkenningun og koma á kenningum að dáleiðsla væri frábært lækningatæki, ekki hjá töframönnum, heldur viðurkenndum læknum og fólki sem vildi hjálpa öðrum með dáleiðslu tækni. Frans Anton Mesmer varð frægur fyrir kenningar sínar dáleiðslu. Hann kallaði faðir dáleiðslunar. Orðið mesmerized er leitt af nafni hans og þýðir dáleiddur og fólk notar þetta gjarnan til að lýsa því þegar það er heillað af einhverju. Svolítið athyglisvert. Satan vildi að dáleiðslan yrði svo áhrifarík að fólk færi aftur í tíman í dáleiðslu ástandi til að skoða fyrri líf. Frægir höfundar, ég ætla ekki að nefna nafnið, sumir vita hvaða bækur ég er að tala það seldust gríðarlega jólabókaflóðum fyrir ára, kendi að dáleiðsla opnaði leiðin í fyrri líf og vitneskjum dulda hluti. Við vitum hver að Darwin fór snemma af stað í kenningum sínum þróunina. Hann fæddist 1856, aðeins rúmum áratug eftir vonbrigðin miklu þegar hópur kristinna hélt að Jesús Kristur væri að koma aftur að sækja sitt fólk. Það má lesa allt það í deilunni miklu. Þessi 2 áhrifavaldar voru undir stjórn Satans frá upphafi og hluti af herkænsku áætlun hans til að eyðileggja trú á Guð og sköpun hans meðal manna. Roger sagði líka að Darwin hafði verið dáleiddur sem barn sem skýrir hver sterklega Satan náði tökum á huga hans. Þetta var eitt af því ótrúlegasta sem Roger fékk að heyra meðan hann var í skamman tíma í félagsskap með þessum meðlimum Satans tilbiðjanda.
Annað sem hann fékk að sjá var salur fullur af ritvélum. Það var löngu fyrir tíma tölvunar. Ritvélarnar fóru á furðu hraða og prentuðu jafnt áfram sem aftur á bak. Rothschild til mikilla furðu væntanlega. Hann spurði og fékk að vita að þetta væru þjónustuandar með mikinn áhuga á lögfræðiflækjum. Þeir voru aðstoða lögfræðing sem fékk þá til að vinna í málum fyrir sig og finna höggstað og andstæðingum á allan mögulegan hátt. Óþarfi að taka fram að þessi lögfræðingur hafði nóg að gera, vann flest eða öll mál án þess að hafa mikið fyrir því, enda hafði hann her Satan sér til fulltingis. Ég get sagt ykkur svo margt fleira, en til þess ekki tími nú. Til að ljúka þessu með smá dæmisögu dýraríkinu. Ljón eru hörð og grimm veiðidýr. Ljóninjur veiða oft saman í skipulögðum hópum. Þær get ekki hlaupið hratt nema í skamman tíma. Svo liggja þær í leyni og læðast á eftir bráðinni meðan húmið fellur á og það leynast enn betur. Meðan ljón er það bil 130-200 kíló á þyngd, bráðin stundum frá 200 og upp í 600 kíló. Þegar erfitt er fæðuöflun, hafa þau jafnvel ráðist á menn eða fíla. Biblían varar okkur við að djöfullinn sé eins og ljón og eins og segir í 1. Pétursbréfi, verið algáð, vakið. Óvinur yðar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Rétt eins og ljónin kjósa að veiða og launsátri í dimmunni, notar djöfullinn oft blekkingar til að vinna bráð sína. Í Opinberunarbókinni 12. kafla segir, og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Þetta ekki býsna skýrt, auðskilið? Þeir eru búnir að vera hér frá upphafi vega. En kristnir þurfa ekki að láta blekkjast. Jesaja spámaður segir svo í 8. kafla, ef þeir segja við yður, leiti til andasæringarmanna og spásagnarmanna sem kvískra og umla. Á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi? Þá svarið þeim, til kenningarinnar og vitnisburðarins, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgunróða, það ekki glæta í þeim, og munu ráfa hrjáðir og hungraðir. Og þá hungrar munu þeir fyllast bræði og formæla konungi sínum og guði sínum. Hvort sem hort til himins eða litið til jarðar, sjá, þar neyð og myrkur, í angista sorta og niðdimu eru þeir útreknir. Við getum forðast blekkingar og lygasögur með því að lesa og rannsaka Biblíuna. Munum að lesa hana með því að biðja Guð fyrst leiðsögn heilags anda. Það skiptir máli. Jesús sendi þennan anda til að kenna okkur að skilja og breyta rétt. Rétt eins og mannætuljón eru oft sjúk og örvæntingar full, þá veit djöfullinn að hann hefur takmarkaðan tíma. Við skulum aðeins líti í Opinberunarbókina 12:12. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Veisi jörðinni og hafinu því að djöfullinn stiginn niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Tóku þið eftir, fagnið þér himnar. Aðrar veraldir og mannkinn eru ekki undir okkur af Satan. Hann bara hér á jörðinni, þar sem hann stal stjórnvaldinu með blekkingu. Hann örvæntingarfullur og svífst einskis, en látum okkur ekki til hugar koma að við getum staðist hann í eigin mætti. Postulinn Jakob sýnir okkur að auðmýkt okkar besta vörn með því að gefast Guði. Skulum líta í Jakobsbréfið 4. kafla. En því frá 7. versi. En því meiri náðin sem hann gefur,
Þess vegna segir ritningin Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflinum og þá mun hann flýja yður. Og Pétur tekur í sama streng í 1. Pétursbréfi 5. kapla og 7. versi, segir auðmikið yður, því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann á sínum tíma upphefi yður. Takk ykkur til sín. Varpið allir ykkar áhyggju á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Verið allgáðir, vakið, óvinurinn yðar, djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt. Standi gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar, sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur, þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hann mátturinn aldir alda. Amen. Vinir, geymum þessi orð í hjarta okkar. Leitum til Guðs skjól og náð. Gleymum ekki eitt andartak hver fór á krossinn, sigraði dauðann fyrir okkur. Amen.